Góðan daginn, Anna Ragna Fossberg Jóhannudóttir heiti ég og ég verð svo ofur meðvituð útlitið þegar ég að taka upp svona myndband. Það lít ég nógu vel út, toppurinn í lagi. Jæja, heyrðu ég bæði næringafræðingur og rithöfundur og ég hef tekið upp nokkur svona myndbönd, bæði sem næringafræðingur einhver heilsutengd málefni og síðan sem rithöfundur. Og þetta myndband meira á rithöfundarsviðinu. Bækurnar mínar, Auðuna, kom út 2018, Hugfangin kom út 2021 og Hirðfíflið kom út núna í október 2025. Og daginn þá tók vinkona mín viðtal við mig sem inn á hlaðvarpsveitum, mörgum hlaðvarpsveitum og það var tekið upp í svona hlaðvarpsstúdíói á bókasafni Hafnarfjarðar. En þetta tekið nú bara upp heima hjá mér og bara að tala ein. Og mér langaði nefnilega að bæta þess við. Þetta var alveg frábært viðtal sem vinkona mín tók við mig. En mér langar samt aðeins að bæta við. Fyrsta bókin mín, Auðuna, var móðurættina mína og mikil örlagasaga. Önnur bókin mín var skáldsaga sem ég hlaut fyrir handritaverðlaun Sparibollans. En þriðja bókin mín, Hirðfíflið, hún sjálfsævisöguleg, ennþá persónulegri heldur en Auðuna sem var þó móðurættina mína, en í Hirðfíflinu þar ég ennþá nær sjálfri mér og ég bara fjalla mína æsku. Og ég skrifa hana þannig, frásagnar aðferðin þannig að ég skrifa bréf til foreldra minna og ávarpa ýmist mömmu eða pabba í hverjum kafla. Og þetta náttúrulega bara ótrúlegt heilunarferli að skrifa þessa sögu og koma þessu frá sér vegna þess að ég varð fyrir alvarlegu ofbeldi og misnotkun í æsku. Og bæði var mamma alki sem aldrei fór í meðferð og pabbi var pervert og nauðgari og barnaníðingur. Þannig að ég varð fyrir sifjaspelli. Þannig að þetta var alveg ótrúlegt heilunarferli og gaman að segja frá því að bara núna síðan ég gaf út, síðan ég kom þriðju bókinni frá mér, bara núna síðan í október, þá finn ég breytingar hjá mér. Ég hef alltaf spilað á píanó og mér alltaf finnst erfitt að spila á píanó. Ég lærði í 3,5 ár eitthvað svoleiðis sem krakki. Ég hélt alltaf áfram að spila. Það spilað svona nokkurn veginn daglega alla mín ævi. En mér fannst það alltaf erfitt. Ég fann alltaf fyrir vanlíðan við píanóið. Einhvern veginn hélt ég alltaf áfram að spila en þó að mér liði illa þá spilaði ég svona 5 mínútur á dag. Þú veist, ég hélst ekki við píanóið lengur en 2 mínútur eða 5 mínútur. Fór ég bara að svitna og bara hjartslátt og bara gnista tönnum og bara mér liði svo illa. Þannig að einhvern veginn langaði mig alltaf að spila og ég gerði það en stundum píndi ég mig til að vera 5 eða 10 mínútur en þú veist það voru bara píningar og að lokum sætti ég mig bara við það. Ég væri bara að spila bara eitthvað smá, bara fyrir sjálfa mig 2 mínútur, 5 mínútur, það væri allt í lagi. Ég bara hætti þegar mér fór að líða illa. En núna, ótrúlegt að allt í einu líður mér miklu betur við píanóið. Ég á auðveldara með að túlka, þú veist, svona veikt og sterkt og þú veist, ég á auðveldara með bara, það einhver svona tilfinningaleg losun. Þannig ég ekki stíf við píanóið, heldur ég á auðveldara með að tjá tilfinningar í tónlistinni. Ég ekki tilbúin að spila fyrir framan myndavél, bara að taka það fram, það ekki markmiðið. Það verður kannski einhvern tímann en alls ekki strax. En það önnur breyting sem ég finn og hún svo að að ég á auðveldara með að lesa upp og þá meina ég fyrir hálsinn
Sko, ég sem sagt las til dæmis inn á Blindrabókasafninu sem unglingur og ég man bara í MH þá fekk ég hrós frá einhverjum framsögukennara því að ég hefði svo fallegan framburð að svona verið svo gaman að hlusta á mig lesa upp. Þannig að þú veist, ég svona hafði trú á mér í sem sagt hvað varðar framsögn og upplestur og svona. En ég las upp á Blindrabókasafninu og það var mér svo erfitt að því ég fekk bara svo illt í hálsinn, ég fekk bara hálsbólgu. Svo var ég að passa börn og ég bara var að lesa fyrir þau á kvöldin og átti bara mjög erfitt með þetta með stöðuga hálsbólgu. Ég var alltaf bara, þú veist, með einhver særind í hálsinum, trefil hálsin og hálstöflur endalaust. Og svo þegar ég eignaðist börn fór ég að lesa fyrir þau og bara það var bara alveg bara, ég var drepast í hálsinum. Og að lokum bara tók maðurinn minn það algjörlega að sér að lesa fyrir börnin á kvöldin sem var mikill missir af því mér varst gaman að lesa fyrir þau. Og svo þegar ég var að lesa upp úr fyrri bókunum mínum þá fannst mér það erfiðara. Ég gat svona í útgáfuhófinu lesið upp og svona einn og einn svona maður fer að lesa upp á aðvendunni fyrir fólk hér og þar og ég svona gat það kannski ég gat það svona nokkru sinnum en mér fannst það erfitt og bara ég fekk alltaf í hálsina eftir ég þurfti að vera með hálstöflur og svona í bílnum fyrir að taka á heimleiðinni og gat ekki tala meir kvöldið og svona og þú veist, bara í haust fann ég fyrir þessu að ef ég var að tala mikið í einhverju boði þá þurfti ég að fá hálstöflu og bara hvíla röddina í sólarhring. En núna, eftir að ég gaf þessa út og nú er ég búin að vera að lesa bara 2 í viku og ég er að lesa oft upp úr öllum bókunum mínum og les þó nokkuð mikið, ég finn ekki fyrir því. Það er einhver losun, einhver tilfinningarleg losun og það er ekki það, þú veist, ég verð alveg stressuð þegar ég les upp, ég svitni í lóunum og svona framistöðu kvíði, ég finn fyrir honum, en það er eitthvað, ég á auðveldara með bara einhver andardráttur, lúna, þú veist, hvernig ég stilli þetta saman, ég veit ekki út af hvað það gengur, en þetta er auðveldara. Þannig að ótrúlegt hvað það skiptir miklu máli að koma svona persónlegri sögu frá sér, skrifa áföllin sín, varpa af sér skömminni, láta skömmina á gerandan í staðinn fyrir að bera hana sem þolandi. Það bara skiptir ótrúlega máli fyrir líkamlega og andlega heilsu. Og einmitt sem næringafræðingur þá hef ég mikinn áhuga á líkamlega heilsuna og ég hugsa mjög vel heilsuna. En þó ég hafi hugsað vel heilsuna þá hef ég ekkert verið endilega alltaf mjög heilsuhraust. Ég hef þurft að hugsa mikið heilsuna og hlúa að mér, einmitt af því að ég hef átt í dálítið vandræðum með líkamlega heilsu. En þetta er allt á réttri leið sem betur fer. Þannig að það er bara ótrúlega gott. Já, það var þetta sem ég langaði að koma, ég er búin að punkta hérna niður hverju ég langaði að koma að. Já, það var annað. Stundum sem rithöfundur er ég að skrifa reynslu annarra og ég reyna að setja mig í spor persónanna í bókinni, persónanna í sögunni. Og bæði var það náttúrulega í skáldsögunni minni en líka í bókinni minni fyrstu bókinni minni sem var móðurættina mína, þá þurfti ég ofta að setja mig í spor ömmu og frænku og afa og svona reyna að setja mig í þeirra spor og lýsa þeirra tilfinningum, hugsunum, samtölum á milli þeirra og velta fyrir mér af hverju gerðist þetta, einhverjir svona hlutir sem ég vissi, þetta og þetta gerðist og þessi, ég hafði frásögn af hinn og þessu og getur verið að þetta hafi verið út af þessu og ég þurfti að tengja það saman og þurfti að skálda í eyðurnar, bara það verður alltaf að gera það. Og þá maður að reyna að setja sig í spor annar og það er rosalega hollt og nauðsynlegt að setja sig í spor annar og reyna að ímynda sér hvernig öðrum líður, eitthvað sem maður hefur kannski ekki persónulega reynslu af sjálfur. En að skrifa sína eigin reynslu er allt annað. Og að lesa bók þar sem manneskja er að lýsa sína eigin reynslu, það er öðruvísi heldur en að lesa bók þar sem höfundurinn er að reyna að lýsa reynslu annarra. Og þetta hefur einhvern veginn kristallast svo fyrir mér. Til dæmis
bara í fyrstu bókinu minni, Auðunu, þar er ég að lýsa því að amma og afi mistu, eða sem sagt amma í rauninni, þetta var eftir að afi dó, skömmu eftir að afi dó, þá missir amma dóttur sína, tengdason og barnabarn í fellibyl á Jamaica. Þessu lýsi ég bara svona, láta ykkur vita, þessu lýsi ég sem sagt í bókinu Auðunu. Og já, og þú veist, og þetta er náttúrulega ótrúlega mikið áfall og ég, sem sagt, mamma náttúrulega misti þarna systur sína og þannig að ég heyrði þetta frá mörgum hliðum og margar frásagnir af þessu, já, ljósmyndir og alls konar og bréf, ég las fullt af bréfum og svona, en að reyna, og ég hafði líka frásagnir af því sko að amma var bara eins og frosin eftir að hún fréttir af þessu áfalli, hún bara andlitið eins og marmari, áfallið var svo óboðslega mikið, þetta var bara, og bara já, svo heyrði ég líka að hún misti alla blíðu gagnvart börnunum og heimilinu, sem sagt áfallið var svo mikið og henni tókst ekki að vinna nógu vel úr áfallinu, þannig að hún misti alla blíðu gagnvart börnunum og heimilinu. Þetta sagði frændi minn mér sem var 9 ára þegar þetta gerist. Og hann sem sagt á heimili ömmu eru þetta fósturbarn sem er 9 ára og síðan barnabarn ömmu sem hún ættleiddi sem var bara 2 ára. Þegar að áfallið ríður yfir þá er hún sem sagt með 2 ára og 9 ára barn á heimilinu sem hún þarf náttúrulega að hugsa og hafði dóttur sína sér til stuðnings, þar voru 2 að ala upp þessi 2 börn saman og verandi með þetta áfall í líkamannum að hugsa 9 ára og 2 ára barn og amma náttúrulega nýbúin að missa líka manninn sinn sko, afa, þannig að þú veist þetta hefur verið alveg ótrúlega erfiður tími og sem sagt þessi 9 ára segir bara hún glataði blíðunni sem hún hafði til að gefa börnunum á heimilinu. Og ég skrifa þetta í Auðunu, en svo fór ég eitthvað svona að reyna að setja mig í spor þeirra, sem sagt bæði mömmu, Helgu systur hennar sem var og ég kalla Auðunu í bókinni að því ég breyti nöfnum, og ömmu, ég er að reyna að setja mig í þeirra spor og ég hugsa með mér, já, það linaði þjáningar þeirra að hafa þetta 2 ára barn sem var líka lítil ljóshærð stelpa, alveg eins og barnabarnið sem dó. Barnabarnið sem dó var 4 ára og þær hefði ekki séð hana síðan hún var 1 árs. Og hún var líka lítil og ljóshærð, þar eru margar myndir af henni og þarna er samt eitt lítil ljóshært barn á heimilinu og það hefur svona linað mestu þjáninguna. Og já, ok, það getur vel verið að þú veist, ég var að reyna að setja mig þeirra spor og það getur vel verið að þetta er rétt að einhverju leyti. En síðan þá er ég búin að vera að pikka upp einhverja svona sögur, þá meina ég reynslu sögur af fólki sem hefur lent í svona miklu áfalli og þurft að vera með barn, að hugsa barn sem sagt, og það er bara ekkert auðvelt að hafa barn fyrir fram að sig sem minnir mann alltaf á áfallið. Sem minnir mann á, þú veist, þannig er barn sem ég verð að taka ábyrgð á, sem ég verð að hugsa á, en ég er búin að missa annað barn. Og ég sakna þessa barns endalaust og óendanlega mikið, óendanlega djúpt, sorgin óendanlega djúp og þannig er barn fyrir framan mig sem minnir mig stöðugt á það og 2 ára barn eða 4 ára barn gerir endalausar kröfur. Það er óþekkt og það er frekt og það er að reyna á mörkin endalaust og gera endalausar kröfur. Og að vera alltaf með myndina af barninu sem dó, sem verður að fullkomnum engli í huganum, af því maður saknar þess svo mikið. Og á sama tíma að vera með lítið, óþekkt, bara óþolandi, óþekkt og frekt barn fyrir framan sig sem gerir endalausar kröfur, það er ekki auðvelt. Þannig ég held að ég var að reyna bestu getu að setja mig í spor ömmu og dætra hennar
eftir þetta áfall. En ég held í raunin að mér hafi ekki tekist það. Ég held að það sé ekki rétt. Þetta hafi verið í rauninni bara erfitt og amma glataði blíðu. Hún gat ekki gefið börnunum á heimilinu blíðu og þetta hún hefur þurft bara að bíta á jaxlinn endalaust, bara ég verð að hugsa um þessi óþekku börn hérna, guð minn góður og ég sakna svo þessarar dásamlega barns þarna og ég þarf að hugsa um þessi óþolandi börn hérna. Þú veist, bara þannig verður lífið eftir svona áfall að maður næri ekki að vinna úr því og ég held því miður að amma hafi aldrei náð að vinna úr því. Ekki til að til að svona komast yfir þá sko. Já, þetta var eitthvað sem mig langaði til að koma að. Já, og í framhald af þessu, af því að ég var að gefa líka út þessa bók hérna, Hirðfíflið, sem kom út núna í haust, sem fjallar sifjaspell sem ég varð fyrir. Að, sko, ég bjó tíma í Danmörku árið 2000 og bjó inn á íslenskri fjölskyldu tíma og þar heyri ég, þar var sjónvarp, í fyrri íbúðinni var ekkert sjónvarp, svo flyt ég inn á þessa íslensku fjölskyldu og þar sjónvarp og ég er ofta að lesa á kvöldin og ég svona heyri eitthvað í sjónvarpinu og þar viðtal við 2 konur sem hafa orðið fyrir sifjaspelli. Þetta eru ungar konur, ég var nú bara 34 þarna árið 2000 og þær eru svona 30 eða eitthvað og þær eru að lýsa því að þær hafa orðið fyrir sifjaspelli. Og ég man svo vel að önnur þeirra segir, det var så forkert. Jeg vidste det hele tiden, at det var så forkert. Lige mig, da jeg var et barn, jeg vidste hele tiden, at det var forkert. Det var så forkert. Það að segja, hún sem sagt lýsir því að þegar að, nú man ég ekki hvort það eru pabbinar, stjúpinar eða afinar sem var að misnota hana, hún vissi allan tíman að þetta var rangt. Þó hún væri barn, saklaust barn, fjarri því að vera kynþroska, þá vissi hún allan tíman að það sem að þessi maður var að gera við hana var rangt og hún þráði það eitt að komast burt og alltaf þegar ég tala og minnist eitthvað á sifjaspelli sem ég var fyrir þá þarf ég að kyngja. Þetta er bara ótrúlegt. Ég fæ alltaf klíu tilfinningu. Jæja, ég ætla að reyna að segja það sem ég ætlaði að segja. Sem sagt, hún lýsir því að hún hafi vitað allan tíman að þetta væri rangt. Og ég man að ég satt þarna dolfallin og hugsaði með mér, vá, hvað þetta er skrítið. Ég var misnotuð, ég var fyrir sifjaspelli og ég hafði ekki hugmyndum að þetta væri rangt. Ég hafði bara ekki græna glóru að þetta væri nokkuð rangt. Þessi kona og þetta voru 2 konur og ég man að önnur þeirra Manías tók þetta svona rosalega fram en þær voru samt sammála flest. Og þær höfðu verið beðnar af þessum gerendum. Að þær höfðu verið beðnar det er vores lille hemmelighed. Du skal ikke sige nogen, ikke sige mor. Þú veist, ekki segja mömmu frá, ekki segja neinu, þetta er leyndarmálið okkar. Pabbi bað mig aldrei að halda þessu leyndu. Hann myndist aldrei á að þetta væri leyndarmál. Og hann var jafnvel með, þú veist, opinskátt í miðri íbúðinni að, þú veist, nakin eitthvað með mig hoppandi kringu sig, sko. Þú veist, í rauninu sem var ekkert annað en misnotkun. Þó það væri ekki snerting þar, en þú veist. Svo var þetta inn á klósetti og það var opið inn á klósett á meðan hann var að fróa sér þar inni eða eitthvað og pissa og ég að horfa á hann og bara eitthvað svona viðbjóður. Og ég hafði aldrei grænan grun að þetta væri rangt og ég var aldrei beðin að þegja yfir þessu og skömmin var ekki meðvituð hjá mér. Hún var lúrði einhvers staðar undir niðri. Þú veist, ég til dæmis, það var ekki fyrir en eftir að maður dáin sem ég fór að minnast á þetta vinkonu mínar. Allavega mjög lítið fyrir það. Þú veist, þetta var svona, já,
alltaf erfitt að hugsa, maður svona alveg í beinni útsendingu, jæja. Allavega, sko, málið það sem ég komst að löngu seinna, því að ég bara þegar ég horfði á hana þáttan út í Danmörku árið 2000, þá bara hugsaði með mér, það eitthvað að mér. Af hverju vissi ég ekki að þetta væri rangt? Þær vissu það. Af hverju ég ekki eins og aðrir þolendur sifjaspells? Voru ég vitlaus? Það vantar eitthvað í mig, þú veist. Og mér bara leið illa með þetta sat í mér allan tíman og bara, hvað eiginlega að mér? Hvað eiginlega að mér? Af hverju ég svona óeðlileg, þú veist, það eitthvað, já, ég bara eitthvað, já, það var bara mjög þægilegt, sat í mér. En ég var nú alltaf eitthvað að vinna í mér, alveg stöðugt, alltaf að reyna og það var nú, tók langan tíma og sérstaklega var svo lítil þekking hjá fagaðilum þetta. En það sem ég smám saman komst að og fór að lesa mig til það að það munur á því sem heitir tæling og því sem heitir þvingun. Ég veit ekki alveg hvort það kallað þvingun, en allavega það sem ég varð fyrir heitir tæling. Það sem þær urðu fyrir var ekki tæling heldur eitthvað sem að ég ætla að kalla þvingun. Ég man ekki hvort það eitthvað annað hugtak yfir það. Og þegar að barn eða unglingur verður fyrir þvingun, þá veita allan tíman að þetta eitthvað leyndarmál, þetta eitthvað óhreint, eitthvað skömmustulegt, þetta eitthvað sem þarf að þegja yfir, þetta eitthvað sem þarf að halda út og þola, þetta eitthvað sem maður þarf bara að afneita, þú veist, fara bara burt í huganum og lifa af, þú veist, og svoleiðis. En sá sem verður fyrir tælingu, hann einmitt veit ekkert að þetta rangt. Hann heldur bara að þetta sé eðlilegt, svona eigi bara lífið að vera, svona allir gerir svona. Og ef að unglingur verður fyrir tælingu, þá það gjarnan þannig að unglingurinn tekur bara þátt og heldur jafnvel, þú veist, þetta kannski unglingsstelpa sem verður ástfangin af kennaranum sínum og í rauninni misnotuð, tæld af kennaranum eða einhverjum eldri manni, eignast miklu eldri kærasta, í rauninni bara 13 ára, 14 ára, jafnvel 16 ára, 17 ára, dáist að viðkomandi manni, hann kannski tónlistamaður eða eitthvað svona spennandi eða vinsæll eða bara þú ert kannski að passa og hann faðirinn á heimilinu eða eitthvað sem fer að reyna við þig, þú veist, eða eitthvað svona. Þetta tæling og þá það að þolandinn heldur að hann sé ástfanginn. Hún heldur að hún sé ástfangin, hún trúir því að þetta sé ástarsamband. Hún tekur fullan þátt í og ofboðslega spennt og ofboðslega, hún nýtur kynlífsins og bara trúir því að þetta sé samband sem muni endast og bara, þetta sé bara ást að eilífu og svo framvegis. En jafnframt fer henni samt að líða svo illa. Og það eitthvað svona, hún verður ofsalega háð þessum manni, hún brotnar meira og meira niður, hún fer að skynja það og þessi eldri maður, hann ber ekkert alveg virðingu fyrir henni, hann lítur á hana sem svona bara krakka, eitthvað viðfang. Hann í rauninni svona, þú veist, hann vill ekkert sjást út á götu með henni, hann vill ekki kynna hana fyrir sínu fólki, hann jafnvel bara að halda fram hjá, þú veist, og smám saman fer hún að skynja að, þú veist, þetta niðurlægjandi. Hún í rauninni bara, hún í rauninni bara niðurbrotin og þetta í rauninni bara misnotkun. Það bara verið að nota hana og svo allt í einu þá hefur hann ekki lengur áhuga á henni og bara, já, nei, þú veist, ýtir henni bara burt og hún bara brotnar niður og hún bara miður sín og allt það. Þetta tæling. Og ég var náttúrulega ekki unglingur, ég var bara barn. Þetta var í rauninni, ég hafði aldrei hugmynd að þetta væri kynferðislegt.
ég hafði bara ekki hugmynd kynlíf yfirleitt. Ég meina, ég var á aldrinum 7 til 9 ára og síðasta skiptið 10 ára kannski, já, 10 ára örugglega. Og svo síðasta skiptið þegar ég 12 ára og það þá sem að þetta í raunni eina skiptið sem að verður eitthvað gróft, svona að ráði og þá ég orðin eitthvað meðvituð ég orðin hrædd og þetta orðið, já, ekki þvingun samt en svona, sko eftir það reykingja, já, þetta eitthvað svona, þú veist, ég allavega geri mig grein fyrir því löngu seinna, ég var hrædd. Ég var hrædd að minnsta kosti í þetta síðasta skipti var ég hrædd. Já, en sem sagt, ég barn og ég tæld. Ég tæld af föður mínum til þess að taka þátt í kynlífsathöfnum. Ég látin taka þátt í því að horfa á pabba minn fróa sér. Já, og í síðasta skiptið ég beðin að snerta og fróa honum. Ég veit ekki ennþá hvað það gekk langt. Kannski gekk það ekkert langt, ég vona það. Ég vona það hafi ekki gengið langt. En allavega, lengi framan af 7 ára, 9 ára, 10 ára, þá ger ég mér enga grein fyrir þetta sé neitt rangt. Þetta ekki þvingun á neitt hátt. Ég var með út í mamma því hún dró mig frá honum af því að ég hélt bara hún var eitthvað vond. Já. Þú veist, ég var bara eitthvað að hjálpa pappa að pissa. Ég trúði því að ég bara þyrfti einhvern veginn að hjálpa honum að pissa. Af hverju? Barn spáir ekkert í það. Barn á þessum aldrei spáir ekkert í það. Ég var eitthvað svona bara að hoppa og dansa í kringum hann þar sem hann var að girða sig fyrir fram að spegil. Ég spáði aldrei að hann var að girða niður sig. Hann var ekki að girða upp sig. Eins og hann væri einhvern veginn þyrfti að girða upp sig eða eitthvað. Nei, hann var að girða niður sig. Og svo upp sig. Já, og svo eitthvað svona spegla sig og veifa svona tólunum framan í spegilinn og ég átti eitthvað að vera að klappa og svona taka þátt í þessu. Þetta var tæling. Ég var tæld til að taka þátt í einhverju sem að hann fékk eitthvað út úr. Og einu sinni þarf ég að kíkja. Hann fékk eitthvað út úr því að hafa mig í kringu sig þar sem hann var að pissa, hann var að fróa sér, hann var að spegla sig, hann var að sýna sig. Já, þetta var tæling. Og svo þegar ég les stundum bækur, að því ég var að tala hvernig maður skrifar eigin reynslu og svo les maður bækur þar sem að höfundurinn að setja sig í spor og reyna að skrifa annarra manna reynslu eða bara ímyndaða reynslu, bara skáldskap. Að, sko, ég hef lesið sjálfsævisögulegar bækur unglingsstúlkna sem hafa verið tældar af eldri mönnum. Til dæmis bókina Samþykki og bókina Vanessa mín myrka. Þetta eru kallaðar Vanessu-bækurnar, báðar aðalsögupersónar, þolendurnir heita báðar Vanessa. Þær eru unglingar og eru tældar og þær að lýsa eigin reynslu og þetta bara, það hægt að læra mjög margt á því að lesa þessar bækur. Svo hef ég lesið bækur þar sem verið að lýsa einhverju sem að, já, svo hef ég lesið bækur þar sem að einhvers konar kynferðismisnotkun á barni, þar sem höfundurinn að ímynda sér hvernig afleiðingar þess eru og ég bara sé að þetta skáldskapur. Ég skynja það að þetta ekki frásögn frá fyrstu hendi og þetta einhvern veginn ekki satt. Stelpurnar sem ég hlusta á út í Danmörku, þær voru vissulega að segja sína eigin reynslu og þær vissu alltaf að þetta var rangt. Það var einhvers konar þvingun í gangi þar. En barn sem tælt hefur ekki hugmynd að þetta sé rangt og unglingsstelpa sem tæld, það líða oft mörg ár. Þær tengja ekki vanlíðanina sem þær verða fyrir við sem sagt
samband sem þær eru kannski jafnvel í ástarsorga því að hann hafnaði þeim, og það ekki fyrir mörgum árum seinna sem þær í rauninni fara að gera sig grein fyrir því þetta var misnotkun. Ég vildi þetta í rauninni ekki. Ég var ástfangin upp yfir haus, en hann var bara að misnota mig, og ég var allan tíman í rauninni hrædd og bara að þóknast og að þjóna. Og það bara skiptir máli hvort maður að lesa frásögn frá fyrstu hendi, hvort maður að lesa persónulega reynslu, eða þar sem höfundur að reyna að setja sig í spor af fullri einlægni, en það bara ekki sönn frásögn. Og maður skynjar það bara, ef maður hefur þessa reynslu þá veit maður hvenær þetta ekki trúverðugt einhvern veginn, því miður. En auðvitað höldum við rithöfundar áfram að reyna að setja okkur í spor annarra, og lesendur að setja sig í spor sögupersónanna. Því það svo dýrmætt. En já, ég búin að segja það sem ég ætlaði mér að segja, og ég búin að vera að tala í hálftíma. Þetta bara svo gaman. Það svo gaman að gefa út bók, og þið getið fengið þessa bók á bókasafni og í bókabúðum, og líka þið getið keypt hana hjá mér á tilboðsverði, 5.000 kall, og ég keyri hana heim. Bless og takk.